Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða fjölmiðla og fréttir, blaðamennsku líðandi stundar. Það af nógu að taka og það eru komnir hingað 3 góðir gestir, allir blaðamenn, fyrirverandi, núverandi, frílans eða þar fram eftir götunum, mismunandi aldri með mismikla reynslu. En Atli Þór Fanndal, velkomin. Takk. Jón Ferdinand Esterason, velkomin. Þú ert frílansmaðurinn á svæðinu. Ólafur Arnarsson, þú ert að störfum hjá DFF og Eyjunni. Sko, það eitt umræðuefni sem að mér finnst svona að vera heitar en önnur, hvað var það blaðamennsku hér á landi þessa dagana. Bara núna liðina helgi þá held ég að hafi verið 4 eða 5 úr hópi almenning sem stoppuðu mig og spurðu hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins í því hvernig þau verast vera með flokk fólksins á heilanum og ég veit það kannski maður þarf svona svolítið að hugsa svarið sérstaklega þegar maður blaðamaður sjálfur. En ég ætla að byrja á því, bara svona áður en ég segi eitthvað hvað mér finnst, þá ætla ég að byrja á því að taka bara aðeins púlsinn á ykkur. Hvað finnst ykkur? Hefur mokkin farið offari? Mokkin komin í pólitík? Mokkin að varpa góðum blaðamennsku gildum fyrir róða? Eða mokkin að gera akkurat það sem að allir fjölmiðlar eiga alltaf að gera, að veita ríkjandi valdi aðhald? Atli Þór. Sko, það kannski nokkrir hlutir. Morgunblaðið auðvitað á eins og aðrir fjölmiðlar að fjalla mál sem geta verið erfið fyrir stjórnarflokkana eða ríkisstjórnina. Morgunblaðið líka hægri blað, hefur alltaf verið það og það kannski ekki vandamálið. Það ekkert óeðlilegt við það að fjölmiðlar séu hægri eða vinstri sinnaðir eða þú séu með einhverja ríkjandi stefnu. Kannski að einhverju leyti sérmaður samt að svona að flokkur fólksins kannski spilar eða hefur ekki alveg sömu stöðu þarna innan dyra og aðrir stjórnmálaflokkar eða það svona kannski auðveldara að sparki í þau. Og ég myndi kannski segja að það eiginlega kannski aðalmáli í mínum huga að og ég ætla að tala ég myndi tala líka til Morgunblaðsins þarna en alveg eins flokks fólksins að það þannig að þegar þú gengur fram með þeim hætti og þetta á bæði við flokk fólksins og Morgunblaðið að þú ætlast til þess að kjósendur og lesendur velji á milli þess hvort þeir treysti flokki fólksins eða Morgunblaðinu betur. Það að segja fréttaflutningurinn og svör flokksins orðin þannig að þetta orðið svona átök á milli þess að tveggja aðila. Þá ertu að leggja þetta þannig upp að þú þarft að velja. Fólk þarf að velja hvort það treysti flokki fólksins eða fjölmiðlunum betur. Og kannski ef ég má bara segja það, þú veist, ef eitthvað vill hlusta á það, að það svona stríðis sem að enginn vinnur í, Að það skiptir ekki máli hvort að þú sigrar þessa orrustu eða ekki. Tapið alltaf minna traust. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get svara mjög skýrt þú veist, framgöngu Morgunblaðsins eða framgöngu flokks fólksins. Það vissulega þannig að báðir aðilar getu hagað sér með svona betri hætti. En það kannski þetta að á einhverjum tímabóti þarf einhver að vera fullorðinn í herberginu og segja, þú veist, við getum ekki grafið undan tiltrú fólks á hinu lýðræðislega kerfi og bæði fjölmiðlar og flokkar tilheyra því kerfi. Jón Ferdinand? Já, ég held sem ég margt til þessu sem að allir að segja, Það þetta svolítið auðvitað það að Inga Sæland með viðbröðinu sínum stöðut gefur frekar að högsta á sér og svona gerir illt verra. Kannski það samt, þú veist, partur af því af hverju hún var kosin til að byrja með. Ég meina, þú veist, hluti af vinsældum hennar hún svona óhefbundin og stríðakjaftur og svona sem maður myndi kalla í stjórnmálafræðinni bara populisti sem að þarf ekki endilega að vera í sjálfu sér neikvætt en það bara lýsingaratriði.
En það svolítið oft tengt við populistana. Þeir eru gjarnir á það að grafa undan fjölmiðlum frekar heldur en að taka á þeim sko, svona þroskaðir stjórnmálamenn sem að kannski vilju ekkert endilega, ég veit það ekki en hérna hún sýndi það samt með, þú veist, þarna með þetta skólastjóra mál, þú veist, hún gerði Axel Sköft og svo bara baðst hún afsökunar og þá var það bara búið. Já, en fyrir þann tíma, ég má aðeins grípa inn í, fyrir þann tíma, ég fylgdist nú með þessu frá fjarlægu landi, reyndar frá fjarlægri heimsálfu. Ég var ekki hér á landi um jólin og þá sá ég það sko að þáttastjórnendur bara frá fyrstu stundu þeir voru að koma fram við hana, fannst mér að minni virðingu en ég hef alla jafna séð svona ríkjandi fjölmiðlamenn á Íslandi sína. Ég myndi bara segja ég alveg sammála því að það er partur af því hvað hún óhefbundin og kemur inn hana sem svona öðruvísi pólitíkus. Það er náttúrulega speglast alveg líka í því að mikið af fjölmiðlastéttinni allt öðruvísi fólk, það svona settlegt millistéttar, efri millistéttar fólk sem að kann ekki meta svona óheflan einstakling og fyrst það eitthvað svona ekki nógu lekkert og smart sko. En bara eitt sem ég vildi bæta við þá bara með Morgunblaðið sko. Það er samt alveg rétt að Morgunblaðið mjög grímulaust í svona þessari þráhyggjusunni yfir Sæland. Þú kallar það þráhyggju? Já, eða svona þú veist við vissum alveg að Morgunblaðið yrði leiðandi fítus í þessari stjórnarandstöðu lá fyrir. Vorum kannski bara að bíða eftir því hvaða mál myndi verða fyrst fyrir barðinu en það hversu langt ganga líka svolítið áberandi eða svolítið svona óheflað á sig einhátt kannski. Já, mér langar að kynna til leiks nýjan viðmælanda sem að hefur kannski sofið bara að séfi sig eða eitthvað. Nei, bara verið brjálað að gera. Stúrsi, já, ferðinni. Afsakið hvað ég segi. Oddný Eir, bara velkomin að borðinu. Við erum að ræða sem sagt, við erum að ræða mokkan og hvort efnistök mokkans eru eðlileg og hvort mokkin að gera allt eins og bara fjölmiðlar alltaf að gera, vera alltaf í stjórnarandstöðu eða hvort mokkin í bullandi pólitík. Ólafur Arnarsson, sko höggstaðurinn sem á mokkanum, sem fjölmiðli sá að Davíð Oddsson ritstjóri og þetta höggstaður á blaðinu. Eignarhaldið, eigandavaldið annar höggstaður. Þess vegna pínu sko snúið að ræða Morgunblaðið eins og hvern annan fjölmiðil. Segðu okkur nú hvernig þér hefur fundist fréttaflutningurinn síðustu vikur og þá kannski í sögulegu samhengi því að ég veit að þú hefur lengi fylgst með fréttum mokkans. Já, í mínum huga þá ekkert flókið það sem að gerast. Þetta ósköp einfalt mál. Við vitum hvað Morgunblaðið stendur fyrir. Morgunblaðið eign stórútgerðarinnar í landinu og hlutverk Morgunblaðsins í dag að verja hagsmuni þessara eigenda. Nú gerðist það í kosningunum 30. nóvember að Sjálfstæðisflokkurinn tapaði, fekk sína verstu útkomu, ríkisstjórnin öll tapaði. Það var mynduð ný ríkisstjórn, fyrstu hreinu stjórnarskiptin í sögu lýðveldisins og verjendur hagsmuna, þessara sterku sérhagsmuna, ekki lengur við borðið. Þeir eru orðnir valdalausir, valdalitlir skulum við segja. Þetta bara minnihlutin, þetta stjórnarandstaðan. Sjálfstæðisflokkurinn kann þetta ekki. Hann kann ekki annað en að vera ríkisstjórn. Og hingað til hefur það verið þannig að þegar hann lendir utan stjórnar, þá samt einhver svona fulltrúi kerfisins til þess að passa að fara ekki allt í vitleysu. Má kannski helst segja að ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar 71-73 sem fór ég að segja upp varnarsamningnum hafi svona verið ríkisstjórn það sem að Sjálfstæðisflokkurinn sem var ekki passað upp á að allt væri undir kontról. Já, væri allt undir kontról. Við sjáum það að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Morgunblaðið eru búin að skilgreina flokk fólksins sem veikasta hlekkin í þessari ríkisstjórn. Það á að fella þessa ríkisstjórn með því að koma höggi á flokk fólksins.
og það skal öllum ráðum beitt. Þetta minnir mig dálítið á setningu úr danska leikritinu, gömlu dansku leikriti sem héti Jeppi á fjallinu. Og það var, ég var nú að fá að segja þetta á dansku. Já. Og þar kemur ein setning og það Jeppi drikker, men war for drikker ég. Og Morgunblaðið lætur svona, en af hverju lætur Morgunblaðið svona? Það lætur svona að því að bæði Morgunblaðið og Sjálfstæðisflokkurinn eru í fordæmalausri stöðu. Þau eru valdalaus út í horni. Þau eru ekki aðstöðu til þess að verja þessa hagsmuni sem hafa séð svo vel bæði Sjálfstæðisflokkinn og Morgunblaðið í öll þessi ár. Og sko, já, það sem líka staðreind það að það þarf ekkert nema bara eitt löggjafarþing til þess að breyta lögum þannig að forréttindi til dæmis þeirra sem eiga Morgunblaðið væru bara úr sögunni. Nú það svo merkilegt að þessi ríkisstjórn hefur alls ekki talað að kollvarpa eða leggja eitthvað hald á. Eina sem að málið snýst það má segja þetta sé tvennt. Stóra málið sé að þjóðin, ríkissjóður fyrir hönd þjóðarinnar, fái eðlilegra endurgjald fyrir afnot þessara aðila af auðlindin okkar. Svo hitt málið sem strandiðarnar. Það sem að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi þau góla eins og stungin grís af því þá að loksins að veita stranduðumönnum tækifæri til að svona veiða upp í það sem alltaf stóð til að væri. Það ég sé til dæmis í Morgunblaðinu í dag, þar frétt undir 200 mílum eftir Anders Magnússon. Það sem vitna sérstaklega í skýrslu sem að SFS gerðu að það væri himinn og jörð að farast eða fara nokkur tonn úr stóra kerfinu yfir til stranduðana. Þetta sé ávísun á sko, væntanlega bara enn frekari hlýnu loftslags að því að vera meiri olíunotkun, minni gjaldeyrisköpun. Staðreyndin sú að þetta bara ekki rétt. Það alveg sama verðmætasköpun þarna. Það bara ekki bestu vinir aðal. Nei. Og maður notur nú góðan bókartitill hér. Það bara ekki bestu vinir aðal sem að fá alveg jafn stóra hlutdeild og hingatild. Oddný Eir, sko, það sem að ég var að ræða í upphafi, það sko að það sem óþægilegt fyrir almenning, held ég núna, það á sama tíma og við áttum okkur á mikilvægi blaðamennskunar og á sama tíma og við erum öll í dagskrárgerðir eða blaðamennsku eða höfum verið í blaðamennsku og allt það og höfum kannski vanist að hugsa út frá sjónarhóli almennings þá sem sagt eru meinsemdir í blaðamennskunni að mati allra sem að hafa hér talað hvað var það þennan tiltekna miðil. Og það getur þá verið svolítið snúið fyrir almenninga að mynda þessar skoðanir og sko snýst líka traust, ekki satt. Það sérstaklega Morgunblaðið þá? Já, við höfum svona aðeins verið að byrja umræðan á því að ræða Morgunblaðið vegna þess að sko ég fæ engar algengasta spurningin sem ég fæ frá almenningi það hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins? Og þar telja mjög margir sig sjá eitthvað nýtt núna. Ólafur Arnarsson var hér með að ræða að það kunna vera erindi agenda þarna undir. Sko, ekki eiginlega blaðamennska mitt, ég var eitthvað að hugsa þetta först í umferðarleiðinni, hvað maður hefði eitthvað fjölmiðla að segja, sko, svona í grunninn að ég var að horfa á Gladiator-myndina þarna með syni mínum og hann sagði að þetta enn einn friðarmyndin mamma sem þú sýnir mér að ég alltaf að reyna að finna eitthvað sem ekki með ofbeldi en svo þetta stakki sérstaklega upp á þessari mynd sem alveg gríðalegt ofbeldi ekkert nema ofbeldi en einhvern veginn samt sko pælingin þessi sko það annars vegar þetta samræðurnar og þingið og svo eða ofbeldið sko, eða stríðið það náttúrulega svolítið skýrt í þeirri mynd sko, að hvort að á að
treysta samræðinni og þessi gamla trú á að maður geti búið að við getum farið fram með samræði og samningum eða þá stríði. Upplifir það nú sé stríð narratífuna, stríð áhrifin? Já, sko núna, ég meina, þá fyrir maður bara fjölmiðlar, þetta bara þessi von þetta lýðræðislega samræði og þessi hægt að komast að samkomulagi og þessi umræða, en svo hins vegar hægt að nota fjölmiðlun sem stríðstæki og áróðustæki og svona flestum ljóst að til dæmis í kosningabarátt og þannig þá eru náttúrulega flestir miðlar notaðir til þess að, þú veist, vera bara í hálfgerðu stríði, sko, og þá áróður verður meira yfir. Morgunblaðið búið að vera svona í stríðsástandi svolítið lengi og þannig að flestum held ég finnst bara að svona sem ég veit ekki, lýðræðisleg samræða sé þar bara út úr myndina að mestuleiti, kannski ekki menningunni, það er mismunandi blaðamenn en ritstjórnin náttúrulega í þessum stríðsham og leyfir sér það algjörlega óhamið og það ekkert svona lengur blikkar ljós, nú eru kosningar, núna förum við í leikin eins og bara í menntaskóla það hættir að blikka, þú veist, þannig að það bara alveg stöður áróður einhvern veginn og þannig að það ekki hægt að þannig að raunverulega ætti að vera, sko, ætti slíkur bara pjessi að vera dæmdur og leik, þú veist, bara þú veist, ef það ekki fyrir kosningar, ef það ekki eitthvað svona tiltekið, þá núna þetta ekki í boði að vera með þetta, þú veist, niðurrif eins og Morgunblaðið núna með, mann finnst það bara ætti að vera einhver síðanemd blaða sem að segja bara núna þetta ekki, þessi stíll ekki lengur í boði, en hann orðin svona má segja allsráðandi. Já, og svo áhugavert að við sko höldum alltaf að hlutirnir séu sæmilegir hér og við horfum til annara landa þar sem að fjölmiðlafrelsi og tjáningafrelsi og skoðanafrelsi hefur verið skorið niður heilmikið og alls konar ógnir sem stafa því en sko til dæmis Hallgrímur Helgason hann tók saman svona kippu af fréttum Moggans Ingu Sæland og Flokk fólksins og hann reyndi að birta þetta safn á opinberum vef á Facebook sem heitir Fjölmiðlanördar og þar einhver maður, einhver stjórnandi, einhver admin sem að kippir gagnrýninni úr sambandi ef ég að skilja það bara stríðsástand málrétt, það réttlætt ekki Andrés Magnússon admin á þeirri grúpu ég bara veit ekki hver það var það var einhvern mann allan það kom fram í fjölmiðlum helgina held ég já Af því eins og þú ert að segja, það neyðarástand að í loksins kannski að það sé sko þetta venjulega ástand að það sé hagsmunir hinna ríku eða hinna það sem eiga allt séu áframvarðir, það sé kannski hugsanlega undanhaldi, það bara skilgreint sem neyðarástand, þar með leyfilegt að kippa úr ritskoða þannig að það hugsa sér og þetta gerist eitthvað svo rosalega hratt finnst mér við sættum okkur við það í COVID það sé ákveðið neyðarástand þú veist þá gildi aðrar reglur löggan fær heimildir til þess að leita ekki það svona jú. Já, það alltaf svona í neyðarástandi þá gefin afsláttur á ýmsu þannig að við þurfum aðeins að passa okkur svona hinn í fjölmiðlunum að þú veist virða þessi skil, hvenær neyðarástandið, hvenær stríðsástandið leyfilegt og hvenær það ekki og þannig að þá þurfum við eiginlega hafa það á hreinu. En ef við förum aðeins yfir sko að því að það sem að Ólafur að segja þú veist það líka eitthvað sem skiptir máli sko, ég meina staðan einfaldlega þessi Sjálfstæðisflokkurinn það eru svona ytri aðstæður að þú ert að horfa út frá Flokki fólksins. Sjálfstæðisflokkurinn á einhverju svona miðju skeiði langvarandi hnignunar. Þú veist, ég ætla bara, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og hvernig þau haga sig núna þess að inn í flokknum og hvernig þessi flokks frambjóðandi til formanns eru og svona, tala, þú veist, þetta hinnir nýju Píratar, sko, tala bara einhver svona aftur í gildin og það þarf bara einhvern veginn að finna upp kerfið aftur og svona allt til þess að fara ekki í þá vinnu að bara eiga í samtali við samfélagið sitt, af því að það er augljóslega það sem að þarf að gera. Þau þurfa að hætta að kenna öllum öðrum og horfa á hvers vegna þau eru í þessari stöðu. Þetta eru svona ytri aðstæður að þú veist valdamesta embættið sem Sjálfstæðisflokkurinn fer núna með og treyst fyrir af kjósendum bæjarstjórinn í Kópavogi. Þú veist, þetta ekki valdaflokkur lengur. Þannig að og þá byrja þau að sparka og öskra og þú veist, þau eru búin að ná einhvern veginn að ýta til dæmis Þórdísi alveg út í horn, þú veist, hún
þú veist, hún er bara 90% sammála þeim og þar af leiðandi svikari, þannig að þeir hafa ekkert við svoleiðis mannska að gera sem gæti mögulega átt í einhverju samtali við einhvern utan flokksins og eftirstanda, þú veist, formansefni sem eru svona harkjarna formansefni og og standa ekki í þeim svikum að eiga vínu utan flokksins. Og Morgunblaðið, þú veist, identiferar algjörlega sem sko armur á Sjálfstæðisflokksins. Ég myndi reynda að segja sko Morgunblaðið eins og Sjálfstæðisflokkurinn eign stórútgerðarnar. Og þetta segi ekki til að segja sko að Morgunblaðið gæti ekki stundað góða blaðamennsku, en þú veist, efnistökin eru, þú veist, efnistökin hjá þeim eru þannig að ef til vill, oft eru einhverja fréttir þarna, en það er þetta tvöfalda siðferði, sko. Það er þetta, þú veist, það er þetta endalösa goalpost moving, að þeir sýna flokki fólksins enga vægð, enga fyrirgefningu og snúa út öllu. Og besta dæmið það eru þetta styrkjamál. Það sem að flokkur fólksins, sem er með í samþyktum sínum að hann sé stjórnmálaflokkur, er skráður hjá skattinum í stjórnmálastarfsemi, en er ekki í þessu formi, nýja formi stjórnmálaflokkur. Uppfyllir skilir þess hvað skilgreind er sem stjórnmálastarfsemi og er sannarlega á þingi, rekur þingflokk, hann starfar í anda þessa laga. Ok, þetta hins vegar alveg fréttnæmt að hann hafi ekki sinnt þessa skráningu. En svo tekur það 10 daga eða eitthvað svoleiðis fyrir Morgunblaðið og reyndar ekki fyrir Morgunblaðið, fyrir aðra fjölmiðla að komast að í býtu. Þessi lög eru sett í COVID, þessi lög eru sett 2021, þetta er nýtt félagaform sem ekki eru til áður, þetta hefur ekki, þú veist, þetta er kerfislægur galli. Það skiptir engu máli fyrir þá, vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn sem er þeirra vinir, eða þeirra svona hluti af þeirra mengi, segir svo bara að við teljum að við höfum verið í samræmi við þessi lög. Og það er gild afsökun hjá Sjálfstæðisflokknum, en það er ekki gild afsökun, þú veist, þetta er tvöfalda siðferðið. Þannig að sem sagt, ástæðan fyrir því að það er þú veist, allt í lagi að gagnrýna Morgunblaðið fyrir efnistökin er að það er svo augljóst að markmiðið er ekki að fræða, skemmta eða upplýsa, heldur markmiðið er að finna sig í nýjum heim þar sem fólki sem þú hefur snobbað fyrir alla ævi og hefur unni linnuleg staði að falla í krami hjá, hefur engin völd lengur. Flokkur fólksins þarf líka að taka sig á, hann þarf að byggja upp nýjar flokkstofnanir, það er búið að bætast við flokkstofnun hjá þeim sem er þáttaka þeirra í ríkisstjórn. Og það þýðir að þingflokkin þarf að styrkja og það þýðir að það þarf að styrkja sem sagt framkvæmdarvaldið. Og þú veist, þetta skiptir máli. Ég er að reyna að gefa Morgunblaðinu einhverja sanngirni vegna þess að ég vil ekki að við lendum í þeirri stöðu einhvern veginn að bara fara allt í að smyrja það út á alla fjölmiðla að þú veist, það sé einhvern veginn eðlilegt að þeir stundi ekki neina gagnrýna blaðamennsku. En þú veist, ok, styrkjamálið raunverulega frétt, en hvað olli því að Morgunblaðið fylgdi ekki eftir aukinni upplýsingaöflun? Heldur fylgdi bara eftir, þú veist, einhvern veginn að gera að meiri skandal. Í mínum huga er símtalið til skólameistarans sem það er bara eitthvað sem að enginn ætti að hafa áhuga á því að verja og það er mjög jákvætt að hún hafi beðist afsökunar. Þú veist, og ég vil segja að þú færð kannski bara ein svona mistök. En aftur kemur þetta tvöfalda siðferði. Ég meina, svo að vitna sig í dómsmálaráðherra, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn rekið það sem hún kallaði símaver, það sem er alltaf verið að hringja í lögregluna. Þú veist. Og svo kannski þriðja málið sem er nú kannski svona sóðalegast er þetta að fara einhvern veginn að velta því fyrir sér að Inga Sæland eigi bara blokkaríbúð eða þú veist, íbúð í fjölbýlishúsi og eitthvað húsnæði út á landi, þú veist, og að því að og ástæðan fyrir þessu, þarna kemur svo augljóslega í ljós að þetta er ekki upplýsingaöflun. Málið er, kjósendur flokksfólksins raða sér mjög skýrt á íhaldsamari ás, það er að segja íhaldsemi frjálslyndis. Svo raðaði sér svolítið breytt á félagshyggju, markaðshyggju. Og slíkir flokkar eru mjög viðkvæmir fyrir því sem að getur kallað svona móralskir glæpir, eins og til dæmis að eiga allt og mikið af fasteignum sem er ósmekklegt. Og málið er að Morgunblaðið er þarna að nýta sér það. Þannig að ég myndi segja, þú veist, þetta er bæði, þú veist, það er réttur þeirra að auðvita og hlutverk er að stunda harða blaðamennsku, en það má velta fyrir sér hvers vegna er stundu hörð blaðamennska gagnvart einum aðila, en svo aðrir sleppa mjög vel. Mér dætti mitt í hug bara þetta með tvöfalda siðgæði, maður kom inn á það, þetta svona rýmar þessi dýnamík við Panamaskjölin, við gleymum því alltaf að Bjarni Ben var í þeim líka,
en þú veist, það var bara svona ráðist að Sigmund Davíð sem að réttilega en hann var svona auðvitað við höggi. Sjálfstæðisflokkurinn valla átti flokkstofnun sem ekki hafði hefur meir og minna fengið silki meðferð í hérna leiðandi fjölmiðlun á Íslandi áratugum saman, ég er sammáleikum með það. Ég meina, fólk náttúrulega bukta sig fyrir valdinu bara, þú veist, það er bara dýnamík sem er allt stað. Já, sko, hann kannski full ástæð til þess að taka það fram. Sko, ég er þeirra skoðunar að það er mjög mikið af mjög hæfum og vönduðum blaðamannum á Morgunblaðinu og margt sem blaðið gerir þegar svona pólitíkinni og hagsmunagæslunni sleppir hluti fréttavildarinnar alveg yfirbúra er bara til fyrirmyndar. En þetta er eins og Atli Fannar nefndi þá hvernig þetta mál með símtal til skólastjóra sem er búið að afgreiða fyrir líðans löngu og það er gaman að bera það sama við til dæmis Þorláksmessumálið þegar fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins tekur þátt í að brjóta einmitt í neyðarástandi samkomu takmarkanir á tímum sko heimsfaraldurs. Slapp ótrúlega létt frá því máli. Þegar dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins tekur upp síman og hringir í lögreglustjóra til þess að ræða það mál. Þetta er náttúrulega bein og óeðlileg í siðmenntuðu löndum. Þar hefði dómsmálaráðherra þurft að segja af sér. Sko, hann Ólafur Stephensen, hann náttúrulega vann ámókana og hann sko var ritstjóri Fréttablaðsins. Hann segir í dag, þið hjálpi mér kannski að rifja upp hvort Mogginn og fyrrverandi matvælaráðherra stóðu sig svona vel þegar fyrrverandi formaður atvinnuveganefndar mælti fyrir tillögu breytingar á búvörulögum. Tölum þetta. Þetta er svolítið beint í mark. Þannig að ég held sko að svarið sem almenningur er að leita að er blaðamennska Morgunblaðsins eðlilega þess dagana. Ég held að svarið sé nei. Svarið er nei. Ef þetta er eðlilega blaðamennska þá hefur blaðið ekki ástunda eðlilega blaðamennsku hingað til þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn. En hugsið ykkur nú vandan á sama tíma og við erum hér að komast að því að blaðamennska Morgunblaðsins er ekki eðlileg, sem er ekki gott fyrir lýðræðið, fyrir Ísland. Morgunblaðið er einn að fáum svona meginstraums fjölmiðlum borgaralegum fjölmiðlum sem koma fyrir augu allmargra og það skiptir náttúrulega máli að almenningur geti treyst fréttum og upplýsingum. En þetta er nefnilega ansi vont vegna þess að annað kvöld heldur til dæmis blaðamannafélagið pressukvöld þar sem blaðamannablaður og fals fréttamiðlar verða teknir fyrir og þá verða að tala sko orð Bjarna Ben og Ingu Sæland og þannig verða upphefja blaðamennskuna til varnar blaðamennskunni. Þetta þingar til varnar blaðamennskuna. Það verða að segja blaðamennskan er eðlileg, það er eðlilegt að við sem að gagnrýna þessa ráðamenn og svona. Og þetta er bara svolítið snúið. Og ég vil líka taka það fram að ég bauð henni Sigríði Dögg í þessa umræðu en af því ég vildi spyrja hana út í þessa klemmu. Hún sagðist ekki hafa tíma til að taka þátt í þessu spjalli. Hún var bókuð í öðru. En sko, þetta er eitthvað sem við þurfum líka að tala. En er það ekki það sem er erfitt við Morgunblaðið að því að þetta er miðill sem hefur þennan stöðuleika en það er ekki sko allir fjölmiðlar í Íslandi sem að hafa verið við lýði svona lengi og eru með hennar flotta font og þú veist og það er alltaf ákveðin fagmennska sem að bara það er nógu mikið af fagfólki sem að vinnur þarna áfram og í gegnum tíðina til þess að halda uppi einhvern veginn, bara ímynd og svona áreiðanleika þessa miðils samt vita svona flestir að eins og fréttamennskan er á köflum mjög ófagleg og bara raunverulega meiri ætt við áróður. Vita allir það? Nei, ekki allir, en svona kannski fólk sem er sjálft í blaðamennsku og svona og allavega sem að er það ekki, svona vita það mjög margir sem að fara allavega að hugsa það að þetta er ekki áræðanleg heimild en af hverju eigum við það svona erfitt með það? Af hverju er þetta eitthvað sem við erum að komast að í dag? Er þetta ekki frekar svona gömul tíðindi? Er það ekki að því að þeir leika svona tvennum skjöldum að því að stundum eru þeir það? Hverju má treysta? Má treysta Ríkisútvarpinu? Já, sko Já, Ríkisútvarpið er sko
mér finnst Ríkisútvarpið hefur líka þennan áræðanleika á þessa fagmennsku miklu raunverulega mun meira heldur í meira mæli en Morgunblaðið. En þeir eru hallir undir valdið. Já, en það líka hægt að gagnrýna það og það er hægt að gagnrýna fréttastofuna og svoleiðis, en ég vil til dæmis ekki taka undir, ég veit ekki, of mikla gagnrýni á Ríkisútvarpið því þá finnst mér bara að ég vera komin í hóp með þeim sem að hafa alltaf vilja bara að Ríkisútvarpið verði lagt niður og engavætt. Þannig að mér finnst það svona... Mér finnst full ástæða til þess að gagnrýna Ríkisútvarpið og veita því aðhald. Mér finnst bara fréttamennskan og svona nálgun Ríkisútvarpsins styðja það fullkomlega að það sé þörf á því að veita því. Linkind eða hvað er þetta? Það er bara gríðarlega stjórnunarvandi, já, RÚV. Það bara sést mjög augljóslega. Þetta er ekki miðill sem að er hérna að eiga við eitthvað svona eðlilega stöðu þegar kemur að stjórnunarmálum, sko. Það er bara, þetta er ekki vel á sér ekki aðila sem eru nægilega sterkir til að viðhalda því levelega fagmennsku sem ætti að vera ætlast til. Fyrir ekki að grípa fram, en má ég segja, ég held að því það er búið að vera að reyna engavæða Ríkisútvarpið í svo mörg ár og það er fyrir að haga sér eins og mörgu leyti, eins og engafyrirtæki og það er bara búið að gleyma einhverju leyti sínu hlutverki sem almanna miðil, sem almanna útvarp. Það er búið að kippa því úr sambandi. Þetta er OHF sem þýðir það að Ríkisútvarpið er einhvers konar svartól. Við fáum ekkert að vita hvað gerist þar. Við vitum ekkert Ríkisútvarpið. En ég vil frekar... Þau bera því við að þau hafa ekki upplýsingaskildu. Já, ég segi bara skellur Ríkisútvarpinu undir upplýsingaskilduna bara eins fljótt og hægt er. Afnemum OHF-ið, gerum ef að ríki er að reka þetta, höfum þetta stofnun með fullu gegnsæi. Já, ég er sammála því. En sko það er enda mjög skrítin skoðun að OHF sé ekki upplýsingaskild, sko það er ekkert í upplýsingalögunum sem leyfi það. Þetta er bara rugl. Það bara hefur ekki verið látið reyna á það. Ég segi það, þetta er bara rugl í þeim. En sko varandi Morgunblaðið, þá náttúrulega er eitt sem þarf að hafa í huga, sko. Ég meina, ég veit að hérna að Morgunblaðið hefur sko marga galla sem mælast ef til vill best í mílum, en hérna sko vandinn sem við erum alltaf að horfa upp á er að Morgunblaðið er samt sem áður stofnun í íslenskri blaðamennsku og það græðir enginn á þessari hnignun Morgunblaðsins, ekki Morgunblaðið og ekki við hin. Þannig að þú veist, það er það sem er flókið fyrir okkur. Þú veist að þó að það sé kannski einhvern veginn heillandi að dansa einhvers konar sigur dansa og rústum Morgunblaðsins, þá er blaðamennskan verri í landinu vegna hnignunar blaðsins. Þetta er ekki góð tíð, þetta er alveg rétt. Þannig að þú veist, það er bara, þú veist, það er staðan, þessin er þetta flókið og þessna verði kannski að fá að taka upp hanskan fyrir þú veist, blaðamannfélaginu sko að þú veist, þau eru bara í þeirri stöðu að þau þurfa að verja einhvern veginn sko óverandi aðstæð. Já, ég meina þú veist, og ég ætla bara dagstæðin fyrir að reyna það sko, en ég meina þú veist, þetta er bara svolítið staðan sko. Við mögum ekki henda bara blaðamennsku undir rútuna. Og líka sko, þú veist, það sem gerist í svona kerfum þar sem að þú ert með stóran hluta fólki sem er að reyna að vera svona, þú veist, honest brokers. Það er að, þú veist, svona aðilar sem að ekki ætla að vera það, þeir geta svo einfaldlega misnata þessi kerfi og þess vegna þurfa það að vera, þau þurfum einhvern veginn að bregðast við því, en það er bara mjög erfitt, sko. En svo sjáum við bara, sko, eignarhaldið skiptir máli. Það er eitt alveg formið á eignarhaldinu, en ég er að það er svo mikill munur á því hvort fjölmiðill hefur góða eigendur eða slæma. Morgunblaðið var náttúrulega í einkaeigu, hefur verið í einkaeigu alla tíð. Þetta búið að fara í gegnum svona einskonar gjaldþrot og fá niðurfellingar upp á hvað, rúmlega 10 milljarða. En gömlu eigendurnir sem að réðu Matthías Jóhannesson og Styrmi Gunnarsson sem ritstjóra og leyfðu þeim síðan dálítið að þróa fjölmiðlinn. Það lá alltaf fyrir að Morgunblaðið væri borgaralegt blað og væri svona í liði sjálfstæðisflokksins, en samt tókst að gera þetta að blaði allra landsmanna. Það var ekki gert með því að ástunda þá blaðamennsku sem svona þá ritstjórnarstefnu sem nú sést
hjá Morgunblaðinu. Þetta vil ég kalla góðu eigendur Morgunblaðsins, en við sjáum bara að þeir réðu fagfólk, þeir réðu bestu menn í að stýra blaðinu og gáfu þeim svo dálítið lausan tauminn. Þessir eigendur núna, þeir réðu mann sem hafði bara eitt hlutverk. Ráðningi var kannski tvíþætt, verðlauna hann fyrir góða hagsmunagæslu þegar hann var valdsmaður, en líka að því honum var treyst til þess að verja hagsmuni eigendana út yfir gröf og dauða. En hvað ef allir minnst fólkið, þetta fagfólk, blaðafólk, ég oft hugsaði það, ef það hefði bara sagt upp störfum þá og hætt, og til dæmis eins og Matthías og Styrmir, ef þeir til dæmis hefði líka bara, ef þetta blað hefði bara einhvern veginn afhjúpast sem skiljiði flokkskagn. Þú ert ekki að biðja lítið. Já, ég meina það voru margir sem sögðu upp og það afhjúpaðist sem flokkskagn. Sko, jú, en það alltaf nógu margir, maður hugsa eða meðvirkni eða er það þessi hugsjón, við viljum ekki, eins og þú við viljum ekki bara stökkva öll frá borði og þá sekkur þetta sem er þó mikilvægt fyrir upplýsinga. Getum við ekki bara aðskilið það, við getum alveg gagnrýnt, held ég, þú veist, fjölmiðlinn, stofnunina sjálfa óheflað án þess að sko henda öllum blaðamönnunum undir sko rútuna eða skilur það hlýtur að vera til innan núans sko meira þess að í hugum skilur bara fólks almennt sko að þó að maður sko djöflavæði í Morgunblaðið getur við sagt það þýðir ekkert að fólki innan þessi allt slæmt en ég vildi líka komin á þetta sko með ég held að Jón Trausti, hann var hérna í þættinum hjá þér í síðustu viku eða ef ég maður rétt hann benti neitt svolítið ofta á þetta í þeim þætti að þú veist, það er náttúrulega með þetta flokks eigenda eigendahóp Morgunblaðsins að fjölmiðlunum haldið út vísvitandi í tapi, það er bara niðurgreiddur af ólígarkíu Íslands hreinlega til þess að halda úti áráðursmiðli þannig að þeir sjá sér hag í því að verja bara ómældum fjármunum þeir hafa alltaf miklu meira en það í universum, bara til þess eins að hafa áróðursmiðl, þannig að við getum í rauninni ekki komið fram með Morgunblaðið í mínum huga sem bara svona það eru gott og slæmt í þessu, það hefur alveg ákveðið yfirlýst markmið og það markmið er slæmt hreinlega upp á sko lýðræðis fyrirkomulagi að mínum mati sko. Það sem að flækir alla umræðu sagði framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins hérna daginn og allar umbætur í þessu þætti það er ósamstaða blaðamanna hún er óþolandi við þekkjum það sem höfum verið lengi í bransanum að sá blaðamaður sem að kannski vann bestu fréttina og þá sem að hefði átt að kalla á skjaldborg verndar hans eigin stéttar þegar hjólað var einmitt í valdið, þegar hjólað var í sjálfstæðisflokkin spiltan og makraðan á sínum tíma að þá eru sko blaðamenn annara miðla sem að ráðast jafnvel á blaðamannin sem að var að flytja þessa mikilvægu frétt af því að þeir eru í einhverri persónulegri sérhagsmunabaráttu og við náttúrulega höfum séð það með Blaðamannafélagið að aðalfund og auka aðalfund ég var stattur á síðasta auka aðalfundi þar að logar allt stafnan á milli, það er moggagengið það er einhver staðar og einhverju svona gamlir blaðamenn og svo eru það hinir sem eru kallaði Vók og sko þetta er ekkert grín og þetta það er svolítið leiðilegt að maður þurfa að búa til sjónvarpsþátt þetta er viðkvæm mál, það er hundleiðilegt að ræða þetta en ég sé samt ekki betur en að sko það græðir enginn á því að við flýjum þessa umræðu, við verðum að henda henni á borðið, við verðum bara að ræða hlutina eins og þeir eru sem að við höfum kannski bara ekkert verið að gera Ég tek eftir einu, þú nefnir það að það hefur komið til þín fólk og spurt þig sérstaklega út í þitt álit á þetta flutningi í Morgunblaðsins. Ég fæ þessi sömu viðbrögð. Góð gömul vinkona mín hafði samband við mig og sagði mér svona í óspurðum fréttum að eftir áratuga áskrift á Morgunblaðinu þá hefði þetta fyllt mælin. Núna þessi mánaðamót þá sá hún upp Morgunblaðinu og mér finnst einhvern veginn að það sem ég heyri í kringum mig og nú er ekki byggja bara minni skoðuna því ég er auðvitað ég er bæjast í þessu en svona mín upplifun á bara viðbröðum fólks er að Morgunblaðið hafi farið út fyrir einhvern ramma sem að hinga til hefur verið svona samþyktur
Já, þetta sko herferð, þetta frétt dag eftir dag eftir dag eftir dag og sko helmingur fréttana bara þannig að fyrir manni sem mig sem búin að vera 40 ár í fjölmiðlun, ég bara Já. Tökum aðeins fyrir til dæmis nýjasta máli sem að varandi Sigurjón, sko, þar sem að verið að reyna að halda því fram að hann sé sko vanhæfur nú þegar í málum að hann hafi sko brotið reglu með því að vera ekki búin að uppfæra sem sagt hagsmunaskrána sína, þingi reyndar ekki byrjað og það að því að hann hafi einhvern veginn sko og þetta kannski vandinn sem Morgunblaðið að eiga við sko, það þú veist, besta leiðin til að sjá hvort að fréttir eru sko raunverulega velgerðar en ekki tæknilega séð með heimildavinnu hvort að heimildirnar og það sem þú kemst að í heimildunum, hvort að það valdi svona stökkum í ályktunum. Og þeir hafa sem staðis fjallað þetta annars vegar hagsmunaskráin, svo þetta einhverjar hugmyndir það að það sé óeðlilegt ef að hann hefði haft vegna þess að tengsla við strandveiðibát ef hann hefði haft eitthvað stjórnarsáttmálinn að segja og svo gengið ennþá lengra og látið eins og siðareglur hafa verið brotnar og hann sé sem sagt búinn að hann sé komin í hagsmunaárekstur sem formaður atvinnuveganefndar. Hagsmunaskráningin þú veist eitthvað sem þarf að uppfæra en þingi ekki hafið. Kannski ætlaði hann ekki að uppfæra hana, það hefur svona verið í að því, ég veit það ekki. En staðan samt sem áður svo að þingið ekki hafið og þessar hagsmunaskráningar eru í uppfærslu. Stjórnarsáttmálinn pólitískt samkomulag og þú ert ekki vanhæfur til þess að stunda pólitík vegna hagsmuna. Þú veist, það getur verið mjög óheppilegt og fólk getur semst gagnrýnt það og það getur alveg verið gagnrýnivert en þú brýtur ekki sko hagsmunareglur þingsins með því að taka þátt í stjórnmálaflokki og framgangi stjórnmálaflokks. Ég man eftir einu, ég má aðeins grípa fram í fyrir þér og bara, ég man eftir þingmann, ég man ekki í svipir nafnið á þingmanninum, en þetta var þingmaður Sjálfstæðisflokksins, erfingi mikillas kvótaauðafa ég var að hugsa hann líka sem að lýsti því yfir þegar hann var kosin á þing ég hér sérstaklega sem fulltrúi til að gæta hagsmunasjávar útgerðarinnar. Þakka kærlega fyrir að vitna í þessa frétt ég skrifaði þessa frétt og hún búin að trenda 2 ári í 10 ár held ég sko. Hver var þetta? Þetta var var þetta ekki Jón það ekki systkinahópurinn sem þetta var Grindvíkur svo fylgdi Vísis en sko þriðja atriði sko hagsmunaárekstra hans sem þingmaður eða sem formaður atvinnuveganefndar sko. Hann ekki vanhæfur til þess að vera formaður atvinnuveganefndar, hann gæti lent í því að vegna beinnar fjárhagslega hagsmuna hann ætti ekki að vera framsögumaður málefna sem varða strandveiði. Það hefur ekki reynt á það vegna þess að það engin starfsemi hafin í þessari nefnd og þingið hefur ekki starfað. Það ekki búið að kjósa þessar nefndir. Sko, þú veist, þannig að þú veist, hér erum við með mál sem að ég myndi segja vissulega jákvætt að vekja athygli á. Vissulega getur verið til umfjöllunar en vandinn þessi rosalegu hopp alltaf í röksemdafærslu en þess að þú getur ekki það bara ekki þannig að þú brjótir reglur hagsmunaárekstra áður en sko málið eða starfsemin hafin þú veist þetta bara svo augljóst mál það gefur til kynna þú veist þarna séu blaðamenn bara sko að lesa sig í gegnum hagsmunaskráningar fólksins bara sérstaklega bara til þess að reyna að komast að öllu mögulegu, þú veist að þeir eru fyrirfram með skilur kortleggja alla meðlimi flokks fólksins. Við líka fjölmiðlumfjöllum var ekkert gerðum búrumáli til dæmis, þannig framsóknarmann sem átti hluti í fyrirtæki sem var að semja laga gerð og hagnaðast honum síðan beint bókstaflega, þannig það gerst alltaf eftir á í fjölmiðlunum. Svo kann þessi málsmaður ferð á Alþingi sem að færði bara opnaði á sameiningar í þágu kaupfélagsskapfyrringa hún andstæð stjórnarskrá. En hvernig haldið að þetta mál fari? Haldið að það endi ekki hjá Hæstarétti með því að það verður ekkert komið í veg fyrir þær sameiningar sem orðið hafa? Ég myndi giska að það verður niðurstaðan. Já, ég líka. En sko á sama tíma og til dæmis Sigurjón Þórðarson
hann hefði betur að mínu mati gert grein fyrir þessari trillueign sinni bara sem disclaimer áður en hann fór að tjá sig núna eftir að hann var kjörinn það hefði verið flott hjá hann að gera það það má alveg skrifa leiðara það að hann hafi verið í klaufi og eitthvað svoleiðis algjörlega fjallum þetta já, það má fjallum þetta sko, þannig að, og ég sammála því sem hefur komið fram að sko, reynsluleysi og það að flokkur fólksins áttar sig ekki á því að allt hefur breyst með eingöngu í ríkisstjórn hreinlega allt hvert einast orð sem þau segja eftir þetta verður skrútinerað og þar á blaðamennskana að vera grjóthörð alveg bara grjóthörð en mér hún verður náttúrulega að vera sanngjörn en mér langar bara aðeins að nefna sko, að því þið eru að ræða Sigurjón að sko, við erum náttúrulega líka með glænýja þingmann sem koma beint frá hagsmunaöflum atvinnurekenda valdi kallaðir af DFF þingmenn Samherja hef ég tekið eftir já, Mókin ekkert að skrifa þá nei, hann fjallar ekki mikið það sko það sko ég held að við erum að gera grein fyrir því að flestir sem taka sæti á Alþingi þeir taka sæti að því þeir hafa látið til sín taka á einhverju sviði sem þýðir að þeir hafa þá væntanlega einhverja fyrirframmótaða skoðanir, einhverja hagsmuni og til þessar hagsmunaskrár ég tek undir það verið heppilegra að drífa í því fyrirfram að skrá þetta og það sama með fjölmiðla sko, mér líður alltaf illa þegar hvort sem það ríkisútvarpið eða aðri fjölmiðlar eða einstakir fjölmiðlamenn þegar þeir segjast horfa algjörlega hlutlaust á málin vegna þess að það engin maður hlutlaust það hafa allir skoðanir ég hræddar við þá sem þykist vera hlutlausir en þá sem eru bara koma hreint fram og bara ekkert feimnir við að láta umheiminn vita fyrir hvað þeir standa. Eins og Mókin líka gerði í því að gera sig að svona þessum almennu sannindum, vann rosalega ímynda vinnu bara fyrir mörgum árum, notaði hvert tækifæri samt til að hjóla í fólk, þannig en gat komið síðan og svona stutta með einhverju góðu efni og látið eins og þetta væri svona almannarómur. Eru við núna kannski bara, er það eitthvað breytt þegar það menna það, þetta sé orðið svona hömlulausara, eða eru við bara orðin kannski eitthvað meðvitaðir það og erum tilbúin til þess að vera að því að við núna búum í heimið sem við vitum að þetta ekki alveg í boði sko, svo annað með ríkisútvarpið þar og þeir sem fara á þing það auðvitað alltaf það er alltaf talað það líka gert ákveð eðlilegt, jú, við erum alltaf það allir að gæta einhverja hagsmuna, það engin hlutlaus og svoleiðis, en svo líka eitthvað sem heitir hugsjón og hugsjón og hagsmuni hljóta að taka svolítið á ríkisútvarpið svona stofnun sem að sjálfsagt nær aldrei að vera alveg hlutlaus og alltaf einhverja hagsmuna aðilar sem að ná sínu, en það samt þessi hugsjón að vera upplýsingaveita, vera öryggis vettvangur, vera almanna útvarp ég held til dæmis að Mókin sé bara ekkert með, maður sér ekkert mikið þessa hugsjón lengur hjá Mókanum. Hvenær finnum maður fyrir þessar hugsjón? Það kannski eimir eitthvað örlítið eftir að því einhver staðar. Svona þessi hugsjón að uppfræða, að veita aðhald. Það hefur týnst í þokunni. Já, það allavega þessi hlutföll, þú veist, þarna milli hugsjónar og hagsmunar, svona, það var dálítið vel raskast. Sko, þú kemur reyndar inn á mjög svona áhugaverðan grunn, það sem að mér hefur alltaf fundið svolítið merkilegt hérna á Íslandi, þú talar ósamstöðu blaðamanna. Sko, blaðamennska bara fag, þú veist, það sem sameina blaðamenn einhver hugmynd sko vinnubrögð. Annað sameinar þá ekki. Þú veist, það í eðlisinu sko pólitík að vera blaðamaður vegna þess að þú ert að hlutverk þitt alignar við lýðræðishugsjón. Já, samfélagspólitík. Já, og ég meni, það ekki öll pólitík, flokkspólitík, þetta bara hlutverk þitt alignar við lýðræðishugsjón vegna þess að fjölmiðlar í þeim skilningi sem að við kannski leggjum á það og almenningur vill geta treyst þeim og annars slíkt, hluti af lýðræðismekanisma. Þannig að þú veist, það sem oft rosalega merkilegt hérna á Íslandi að sko það sem ég veist einkenna svolítið blaðamannastéttina og ég ætla ekki að gera alla meðseka en ég ætla að fá að nota orðið blaðamannastéttina núna sem mjög fjölbreyttur hópur sko svona eitthvað svona pessimismi þú veist að það sé ekkert til sem heitir hlutleysi og ég reyndar alltaf að fá að taka undir það, ég meina hlutleysi ekki notað sko þú veist í þessum skilningi, þetta bara eitthvað svona röng þýðing
þú ætlar að sýna sanngirni og leita af góðum upplýsingum og það er það sem þú ert að reyna að gera. Fagleg hlutlægni finnst mér alltaf vera orðalagi sem að lýsir starfinu. Það er það sem að ég held að fólk meini, en sko, þannig að eitt til dæmis sem að leiðast ef svona þroskara blaðamannastétta eða fréttamannastétta út allan heim leitin að sannleikunum, en hér segja menn alltaf bara, já, hvað sannleikunum, hver þykist þú vera að geta skilgreint sannleikan, það ekki það sem þetta snýst heldur snýst það ekkert samkomulag lengur það hver sannleikur. Viljinn til verks líka skiptir máli, þú ert með það faglega markmið að leggja fram bestu fáanlegu upplýsingar sem eru aðgengilegar á þessari stund og svo reynirðu að halda áfram með það leiðarljós og þá bara spurningin, hvað skilgreinir góða blaðamennsku, það þessi tilraun. Ertu að reyna að leiða í ljós einhvers konar réttmætar og bestu fáanlegar upplýsingar eða ertu að reyna að ná smellum eða ertu að reyna að búa til æsing, ertu að reyna tilfinning, ertu að reyna að manipuleita tilfinningar fólks. Þetta eru sóðaleg vinnubrögð á meðan það að reyna að finna, en aftur fjölmiðlar verða að geta gert mistök, þeir verða bara að geta leiðrétt þig. Þannig að þess vegna þetta talum og ég tek alveg eitthvað leiti undir þetta og ég verða að viðurkenna að þó ég sakni stundum blaðamennsku þá fagnaði því mjög að tilheyra ekki þessu starfi lengur vegna þess að það bara lífið betra en þetta það sem skilgreinir góða blaðamennsku, það ekki hvort þú ert hægri eða vinstri sinnaður eða hvort þú ert vók eða ekki vók, það ertu raunverulega að reyna að fræða, skemmta eða eiga samtal. Já. En svo kannski hermum við eftir fyrirmyndum bara í umhverfinu að að fullt af kannski blaðamönnum sem að vilja vel en þeir eru komnir inn á vinnustæðar sem eru að læra hvernig að vera blaðamenn og þeir læra bara af þeim reynslumeri og hvernig ritstjórnarstefnan og hún ofta tíðum ekki fagleg. Þannig að fólk ekki þetta ekki eins og að fara í háskólanám þó ég veit að blaðamanna fræði eða hvað þetta heitir, fjölmiðlafræði orðið meira og meira starra fag en flestir blaðamenn eru ekki menntaðir í því að vera blaðamenn, þannig að þeir koma bara inn á vinnustæði og læra bara ákveðin vinnubrögð sem eru iðkuð þar og ég held til dæmis í þessu umræði sér fólk hvað Morgunblaðið almennt eða og fólk ennþá einhvern veginn að furða sig á því og mér finnst það alveg alltaf svo furðulegt því að kannski bara því ég er búin að vera ég veit ekki svona sósaður og marinn í að lesa fjölmiðla í svo mörg ára að ég les alla fjölmiðla með bara eitthvað svona varkárni ég temmi bara það því að ég veit að það ákveðin lína sem hjá Vísi, það ákveðin lína sem kemur frá RÚV, það ákveðin lína sem kemur frá Morgunblaðinu og þetta heimildinni líka skilur og öllum vinnunni bara þannig að ég á sama tíma þá ég samt alveg ég hef áhyggjur af því að við sem að flytja inn svona eitthvað bandarískt falsfréttir, umræðu og populism og hvað það var þar, við megum ekki bara afskrifa alla fjölmiðla bara þegar skoðanir eða eitthvað en ég held að ræða meinin. Já, en ég held samt ég veit ekki hvernig hægt að feta þennan þrönga veg á milli en það raunverulega svarið í mínum huga að þú gerir grein fyrir bías allra fjölmiðla á sama tíma að þú getur samt metið upplýsingarna sem eru að veita þér. En nú nefnilega ein ný ógn. Við munum ekki komast til þess að ræða hana því að tíminn sem að mér verið úthlutað nánast búinn, 2 mínútur að ofan á allt sem við höfum verið að ræða þá heyrir maður það að það sé svaka kreppa hjá sín hvað Reynir Traustason búin að skrifa margar fréttir einhverja toppa sem á fókið þar eru 15 eða 20 eða eitthvað svo leiðis en það náttúrulega ekki gott þegar skipuriti þar bara kúvendingar þannig að maður veit ekki alveg það talað að það orðrómur fréttastofa sínar Vísi, Bylgjunnar og Stöðvar 2 en það verður bara lokað. Það er náttúrulega áhyggjuefni en svona varðandi Morgunblaðið þá held ég að þeir kinka kolli þeir sem eru algjörlega sannfærðir á sömu línu og Morgunblaðið aðrir hrista hausinn
Fólk breytist ekkert. Nei, þetta er sko, það er ekkert fengið með því, þú útbreiðir ekki guðsorð með því að vera bara með kirkjukórin. En það hefur líka verið bent á að áhrif til dæmis mbl.is, þau séu rauninni meiri heldur en mælt hafi verið og við þurfum rannsóknir á því hve mikil áhrif eru af því ef fjölmiðill ákveður í áróðurskyni að setjast að herferð og hinir fjölmiðlarnir elta meir og minna og pikka upp oft gagnrýnislaust eins og oft hér. Ég hef tekið eftir því til þess að RÚV hefur verið mjög duglegt í því að pikka upp og fylgja í kjölfarið til dæmis í þessari herferð gegn Flokki fólksins. Hluta stjórnunarvandanum sem þau eru að nefna þar er hérna að sjálfstæði miðilsins er ekki tryggt. Sko eitt sem við þurfum að ræða ef við viljum ræða þetta raunverulega og er allt og lítið talað hér á Íslandi, það er svona news economics sko. Og það er sem sagt svona undirgrein í hagfræðinni sem fjallar þessi svona þennan markað sem að fréttir sem fyrirbæri vinna á og ég held að sé frekar Stanford heldur en Cornell, þau fyrir ekki, ég manna ekki alveg, sem hafa skrifað mjög mikið sögu svona news economy og það sem við erum, þú veist, og hvaða sem að gerir fjölmiðla að massafjölmiðlum í staðin fyrir flokksblöðum, það eru svona market forces sem toga okkur í ákveðna átt og ég meina, við erum á tímabili núna vegna uppbrots dreifikerfisins og uppbrot sko mótelsins, það sem að markaðurinn þrýstir okkur í það að keitera, eða þjóna alltaf smærri og tryggari hóp sem er tilbúin að greiða meira fyrir svona, hvað ég segja, svona dekur. Þú veist, þannig að og þú veist, ég meina, eitt sem að við þurfum að skilja er þetta, vegna þess að við getum ekki sko lagað eða bætt kerfið án þess að skilja þetta og það er bara, staðan núna er svo að þú veist, það er sko algjört hrun á störfum í fjölmiðlum. Þeir eru að hverfa, þetta er að þjappa saman. Það er ekki eins og að fá upplýsingar um hve mikið hrunið er. Það er að vera til minni og minni, það er að vera til eitthvað svona almannatenglar eru í félagi með blaðamann. Já, það er að vera eitthvað svona ecosystem af, þú veist, litlum hlaðvörpum og eitthvað. Þú veist, það eru markaðsþættir sem að spila þarna inn og að því þú talar við hefum kannski ekki talað þetta nógu mikið, að þá hef ég verið nú að segja, mér finnst alltaf verið að tala sko einhvern veginn einstaka fjölmiðla og hvernig þeir standa sig, en það sem við þurfum virkilega á að halda núna vegna stöðunar er að skoða þetta. Það er saga 150 ára saga sem við getum skoða sem hefur valdið því að fjölmiðlar þróast með ákveðnum hætti. En má ég þá líka segja eitt að það er munurinn, það er akkurat þessi saga, við getum gert kröfu að Ríkisútvarpið reyni að vera með rannsóknarblaðamennsku, sé gagnrýnið, sé reyni að vera hlutlaust, faglegt. Sjálfstætt. Við getum eiginlega ekkert gert á kröfu til Morgunblaðsins út af eignarhaldinu. Við getum bara töðið yfir og við getum bara vonandi að það bara góði blaðamenn hætti þar og þá verður þetta ljóst og það endurnýjir sig þá almennilega. En við getum gert þá kröfu til Ríkisútvarpsins og eigum að gera hana og þess vegna er alveg ofboðslega mikilvægt að leggja þetta ekki að jöfnu og halda eignarhaldi skiptir engu máli, eignarhaldi skiptir öllu máli, að þetta sé almanna eigu, það skiptir bara höfumáli og þess vegna getum við gert kröfu þar. Mætti ég minna 3 sekúndur, þá myndi ég leggja til að faglega ráðin útvarpsstjóri væri ekki flokksbundin sjálfstæðismaður sem hefði enga reynslu af fjölmiðlastörfum. Sem ætlaði framboð fyrir sjálfstæðisflokkinni í Norðurskjólum. Bara svo það komi að valdaflokkurinn svokallaði hefur sínar klær þarna í RÚV líka. En kæra þakkir, því mér þá þarf ég að slíta þessum samræðum, þær eru á góðu flugi, þá var mjög gaman fannst mér að fá okkur í heimsókn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framlag. Oddný Eir Ævarsdóttir, Atli Þór Fandal, Jón Ferdinand Esterason, Ólafur Arnarsson. Kæra þakkir, við verðum hér áfram væntanlega í næstu viku því að við verðum ekki vör við annað en að það sé töluverð eftirspurn eftir því að við kryfjum mál til mergjar með þeim hætti sem við höfum verið að gera síðustu vikur. Þannig að við höldum hér áfram með Fjölmiðlatorg. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is